Góðan daginn, gott fólk og velkomin í biblíuþáttin okkar sem þessi guð vera 100. þáttur. Þannig hann búin að vera nokkuð lengi. En það samt ekkert lengi því að Drottinn, eins og við höfum oft talað hér, tjaldar ekki til einna nætur. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því að Drottinn þegar hann kallar og þú byrjar að starfa hjá honum, þá skaltu vita að hann kallaði ekki til þess að einhverja reddingar í smá tíma. Hann kallaði þig til þess að þú sinnir þessu verki þess vegna svo lengi sem þú lifir. Við höfum að stilla þetta af í þetta skipti eins og hinn skiptin. Við kleimum alltaf einhverju. En það er aukaatriði, aðalatriði er að skilabúðin komist til skila sem að hér eiga að vera flutt og þau eru samæðilis og morguðs sem að við þurfum að tilenga okkur og fylgir í raun að vera að fylgja Kristi. Þú endist ekki neitt á veginu með Kristi, þú vilt ekki gera það sem að hann er að bjóða þér að gera. Og það er eitt af lykilatriðunum sem hann er með, er þetta orð Guðs. Hann er orð Guðs. Og ef þú vilt ekki fara þá leið, segir sér sjálft, að þú vilt þá ekki í raun og veru fylgja honum. Því þetta eru skilyrðin fyrir því að þú getur verið það sem þú segist vera í Jesú nafni, að þú fylgir honum. Það er minn akkur og það er þinn akkur sem að gerum þetta. En þetta er eins og með allt annað sem að við erum að fást við, að við verðum að vilja það og velja það. Það er ekki nóg að vilja það, við þurfum líka að velja það. Og nú er dagur í dag sem ég valdi að gera þetta á og valdi og vildi gera þetta á. Þetta er mjög mikið vægt að þetta fari saman því að ef þú vilt það ekki en gerir það þá ertu í raun að gera það með svona hundshaus. En ég held að það sé ekki vilji Guðs með það sem að hann er með, að ég og þú og við gerum eitthvað með hundshaus heldur á fullum og frálsum vilja. Þannig hef ég lært lektíuna, þannig hef ég meðtekið kennsluna og að því leyti til finnst mér hún vera mjög áhugaverð. Þetta er mjög áhugaverð nálgun að ég sem einstaklingur ráði algjörlega hvort eða ekki. Svona er Guð, svona er Jesú. Hann er góður og hann virðir mannin og virðir mannin 100% og vill auðvitað að fólk sem þekkir hann virði hann einnig 100% sem einstakling, sem þetta algóða afl í veröldinni. En við veitum að veröldin er fallin, hún er ekkert komin til að vera og hún mun fara, en ekki það sem Guð hefur gert. Og hvað hefur hann gert? Hann hefur byggt upp í þér trúna og hann segir við þig að trúið þín mun fylgja þér inn í mitt rann þegar að því kemur. Og þú ferð að skilja að lífið er nú svo lítið magnað og merkilegt og að í þér býr partur sem að deyr ekki. Það fannst mér allavega afskaplega merkileg hugsun þegar maður fór nú að velta því öllu fyrir sér. Þannig að ég hef ekki áhyggjur. Ég er einn af þeim, eins og þú, fylltur heilögum anda. Og ég átti trú á Krist þegar ég rekta og reiki daglega og stíg út í mína köllun þegar ég á að gera hana. Ég hef nú gert það hingað til og ég veit að þú biður fyrir því og að þó að þannig hjálpistu að við þetta. Við biðum til Drottins. Hann sér að þessi gæi er núna eitthvað að reyna að koma sér undan þessu
og hann skundar til og svo allt í einu þessi einstaklingur komin í það verk sem að Drottinn ætlaði honum. Og af hverju? Að því að Drottinn gerir aldrei neitt annað nema það sem blessun. Hann blessar þann sem að gerði og hann blessar fullt af fólki líka sem heyrði og sá eins og í dag. Þannig að við skulum ekki hika við að stíga út í þau verk sem að Drottinn hefur kallað okkur til að gera og hafa trú á því sem hann að gera fyrir okkar hendur. Já, við gerum stundum lítið úr því sem hann að gera fyrir okkar hendur því að við erum svo hégum á fullt fólk að við erum ekki alltaf að meðtaka litla mig, ég sjálfur, litla mig í þessu stóra kalla samkvæmi. Og hver stór kall og hver lítill kall í Jesú, sýndu mér hann. Ég hef ekki enn fundið þann einstakling. En ég veit að menn eru misjafnlega duglegi við að stíga fram í sinni köllun og þá má alveg heiðra þá fyrir það að gera það. En þeir eru bara, eins og Drottinn segir sjálfur, þeir eru bara að gera skylduverki sitt. Við megum ekki gleyma því hvernig þetta Það er skyldu Guð á mér og þér að gera það sem hann hefur boðið okkur að gera. Og að því að við viljum í það minnst að gera skyldu okkar, þá vitum við hvað við þurfum að ástunda og framkvæma til að það megi byggja upp í okkur úthald. Og þá sem sagt lesum við orð Guðs, við byggjum þetta og allt það, og svo líka gerir þetta verk okkur það kleift að svona fara út í þessi verk. Og eftir því sem að trúin vex ásmegin, að þá líka við þurfum, held ég alltaf inn á milli að berjast við þetta. En trúin hefur samt fengið að byggja það utanum okkur sem að við förum þrátt fyrir, og það sigur. Förum þrátt fyrir, en vitum að því að oft þurfum við að berjast við að gera þetta ekki. Af hverju? Það erum við ekki bara svona löt. Svona í eðlokkar, ég held það. Alveg stutt í letina hjá okkur mönnunum og að ég að gera eitthvað annað en við erum að gera. En það er ekki talað það er ekki spurt það. Þetta bara það sem þetta verkið sem Drottinn kallaði mig til að gera og þig, það verk sem þú ert að gera. Og við skulum bara gera þessi verk. Ég bið fyrir þér að þú gerir þetta verk sem þú átt að gera og þú biður væntanlega fyrir mér að ég geri minn part af minni köllun. Köllun mín ekki þín, né köllun þín ekki mín, en ég get beðið fyrir henni. Og þannig hjálpustu það og þannig gerum við það þér kleift að rísa upp úr þinni leti. Og að þegar þú biður fyrir mér, þá gerir það mér kleift að rísa upp úr minni leti. Sjáu ekki, þetta allt einstaklingsbundið. Og að við erum að glíma í raun og veru við sömu hlutina. En ég átti trú, og þú átti trú, og trúin mín krefst þess að ég ástundi orð Guðs. Kann ég það ekki utan að? Nei, ég verð nú að viðurkenna það, ég kann það ekki utan að. Og ég verð líka að viðurkenna það að þetta hluti af mínu lífi í dag. Alveg svo ég fæ mér að borða daglega og við veitum alveg hvernig fer ef við borðum ekki, að þá veit ég líka að þetta gerir vinnur eins. Ég þarf að nærast að því daglega og ég geri það með gleði, ekki með semingi, vegna þess að svo mikið allavega hef ég lært af þessu að þetta liggur alveg ljóst fyrir í mínu ranni og hefur reyndar gert alveg frá því að ég frelsaðist í raun og veru. Ég vissi að þetta mitt hlutskipti orð Guðs og ekkert annað og umfram allt annað það orð Guðs.
en við þurfum auðvitað að vinna með höndum okkar. Og ég er nú sá lukkunar pamfíll að Drottinn tók mig út úr af vinnumarkaðanum áður en að ég hafði aldur og var komin á aldur. Og hvað var ég að gera? Maður sem segist alltaf hlýða Guði, hann náttúrulega hlýður honum og stígur inn í þetta kirkjuna, já, og þá óvissu sem að því fylgir að vera þar innan hennar vébanda. Óvissu, því að það eru fyrst og fremst einhver peningar og ég sá fljótt að ég fengi nú engin laun þar. Ég hef aldrei verið á launum hjá kirkjunu og er það ekki enn þann dag í dag. En ég fekk laun í gegnum kerfið. Þau voru nú ekki svo sem til þess að hrósa, og hrópa húrra yfir, en ég var samt mjög þakkláttur fyrir það og þannig að þetta gekk allt saman upp, allt með Guðs hjálp. Þetta var góður skóli. Ég sakna hans ekki. Ég sakna ekki fyrra lífs, alls ekki, en ég er mjög stoltur af því lífi sem ég lifi og þeim verkum sem ég hef gert í Jesú nafni. Og ekki svo að skilja að ég gerði þau aftur, en ég væri til í það að gera það ef sú staða kæmi upp að þess þyrfti. Trúðu mér, ég mun gera það. Það er ekki alltaf neitt þægilegt sem manni fengið í hendur en maður verður að takast á við það sem maður stendur frammi fyrir til að leysa. Og það mun ég gera áfram. Ég mun standa frammi fyrir væntanlega einhvern tíma seinna, ég er reyndar ekkert að biðja það. Reyndar er ég að biðja mig undan því, en ég mun takast á við það ef ég stend frammi fyrir ykkur svoleiðis. Og það vil ég hvetja þig líka fyrir þína parta að gera, því að ekki, annað er ekki að ræða. Eigi að takast að hreinsa til í kring, þá verða einhverjir að fara í skítverkin, en ekki? Mitt líf hefur kennt mér það allavega. Og það verður betra á eftir, þegar búið er að hreinsa til. En stundur hreinsum við ekki alveg til, og þá stendur það eftir sem að var ekki gert þá, og er svona svolítið fyrir, það verði ég nú að viðurkenna. En það er ekki vilji Guðs, en hann samt meðtökur þetta af því að hann leyfir okkur að velja og hafna. Hann við ráðum heilmiklu. En það er líka góð leksía ef við skiljum eitthvað eftir sem að Guði er ekki þóknanlegt, og þá munum við alltaf þurfa svona glíma við það sem svona vissan vanda. Þetta hef ég lært. En hérna, hér er gleraugun, já. En það er orð Guðs. Það sem maður er að tala hér, þetta styður allt orð Guðs. Vegna þess að orðið er svo greift orðið í mann að það sem maður segir styðst meira og minna við orð Guðs. Og ég veit að þú segir hroki, þú veist alveg hvað hroki er, ekki? Þú sérfræðingur í hroka annara, en þú ert ekki mikið að horfa á eigin hroka, en það er annar mál. Okkur finnst allir okkar vegi vera nokkuð sléttir, en við sjáum ýmislegt aðra. Sumir, erum við ekki allar að sjá ýmislegt aðra. Sumir segjast ekki vera þar, en ég held að við séum öll meira og minna þar og allt og mikið og meira en við kærum okkur og það erum við viðurkenna og svo framvegis. Orð Guðs er skóli og góður skóli getur alveg verið skjöldur líka fyrir það sem kemur. Að skólinn, hann er góður ef hann er rétt gerður. Það er ekki allir skólar sem eru rétt gerðir. En skóli er samt sitt afl sem að merkir líf mann og kvenna meira en okkur grunnar.
Og það er því eins gott fyrir skóla að vera rétt settur upp. Er skólinn rétt settur upp? Það er nú bara langur vegur frá því í dag að skólinn sé rétt settur upp. Og það sem maður heyrir að sé vera að kenna þessum blessuðum börnum, maður horfir bara í spegilinn og spyr sjálf sem býtur hvað er að gerast. Hann er ekki alltaf rétt settur upp. En að vita af einu skóla sem aldrei gengur á grunn, alltaf er réttur, í hann skulum við sækja. Og þessi skóli sem ég er að tala um núna, ég held þú svona sitt fara náttaði á hvað hann heitir, og hann heitir bara Biblían. Þetta er skóli. Þetta er kennslustofa sem þú ert í, en hún er ekkert að gagnast þér ef þú ferð aldrei inn um þessa dyr. Og þetta eru dyrnar, orð Guðs. En skóla höfum við. Við höfum aðgang að þessu skóla hvenær sem við viljum. Og þeim allra besta kennara sem við öll er á, hann heitir Jesús. Heilagur andi og Jesú, þeir eru eitt og þeir vinna saman. Og þeir segja okkur það sem er rétt og satt og sannleikan. Og við þurfum ekkert meira til þess að ganga uppréttir á þessari jörð en að heyra sannleikan. Og það þarf að hvetja menn í þessa átt og aldrei sem nú, því að það er svo margt í gangi sem er ekkert að standast, að ganga. Og svo komið að við vitum ekkert hvert stefni með varla nokkurn hlut. Er það ekki svolítið svoleiðis núna? En ekki á okkur sem eigum til trú á Jesú og stöndum með kirkjunni, að við vitum upp á punkt og prikk hvar hún er og hvar hún stendur. Hún stendur á orði Guðs, alveg eins og ég stend á orði Guðs. Og ég veiklast ekki að segja frá þessu, því þetta er einn rétti boðskapur, þetta er einn rétti að kennsla. Hún er ekki frá mér komin, hún er komin úr orði Guðs. Þannig ég þakka mér ekkert fyrir þetta. Þú getur kannski þakka fyrir það að ég mæti til þess að tala það sem að tala út frá þessari kennslustofu. Og það er orð Guðs. Og þú sem þekkir Jesús og orð Guðs tekur undir með mér í því efni að betri leið er ekki til. Viljur frá gagnlega kennslu skaltu leita í orð Guðs. Og þú sem þekkir tekur 100% undir þetta og ferð sjálfur og sjálf þessa leið. Og þú færir hann ekki, væri hún eitthvað annað en gagleg. Því get ég lofað þér. Því þú veist meira, þegar ég gefið að vita meira en menn og konur heimsins, því að þær eru blektar. Þetta fólk er blekt, viljandi skipulega. En Drottinn frelsaði úr þessu umhverfi til að geta fara að segja þér það sem er rétt og satt. Og þú þakkar auðvitað alveg óendanlega fyrir það, því að það er eitthvað í okkur sem vill ekki að sé vera að blekkja okkur. Við erum ekki ánægð með það þegar við komstum að því að hafa verið blekkt. Okkur finnst það alveg hræðilegt. Því það er eitthvað í manneskjunni sem að vill það sem er réttara. Hún vill vita fyrir sig, en hún er líka vegna veikleika og það er þetta sannfæra hana allt, já í raun og veru allt, og réttlæta allt. Sama hversu arfarangt það er, það má sannfæra menn og konur það með réttum aðferðum. Og sá sem lýgur og kann ekki að segja satt, hann er þarna. Hann er sérfræðingur þarna. Það skákar honum enginn þarna. Eina sem veltir því sem hann er að gera og segja koll er orð Guðs. Því að það er sannleikur og hann er ekkert í sannleikan. Hann hefur ekki leyfi til að segja sannleikan. Hann gerir því eitthvað annað. Hann spinnur upp sögur og býr til eitt og annað
og við réttlætum þetta allt meir og minna, en orðið gerir það ekki, nema kannski, gerir það ekki. Þetta eru átakasvæði og svo spyrjum við, hvorum megin viljum við vera? Þetta er alltaf sama spurningin, og við sem eigum Krist, og hann hefur miskunnað sig yfir, viljum vera Krist megin. Það er engin spurning. Og við erum Krist megin. Og við því hömpum orðið Guðs og segjum orð Guðs vera gagnlegast af öllu gagnlegu, og við gerum meira. Við erum á þessum stað, við erum inn í þessari kennslustofu þar sem verið er að kenna þetta orð. Kennslustofan, hún er bara hvar sem þú ert með opna bók að fara að lesa orð Guðs. Það er kennslustofan. Hún getur því verið bara inn í herberginu þínu og þitt sæti í raun og veru. En það er kennslustofa, gagnleg kennslustofa, því þar er heilagur andi, þar er Jesú til taks að kenna þér. Já, þeir starfa saman. Faðurinn, sonurinn, heilagur andi, þeir starfa saman. Og þú getur nú rétt ímyndaðir það hvort það kom ekki gagnleg og góð kennsla út úr því, og þetta er bara veruleikin. Þetta er það sem við erum öll að upplifa í hvert einasta skipti sem við komum inn þessa dyr til þess að nema þessi fræði. Já, komum inn þessa dyr. Þetta er ákveðin ferð sem við þurfum að fara. Misjafnlega langt, stundum eru nokkur skref, það fyrir eftir í hvar við erum. En við þurfum að taka þá þessi skref og tegja okkur eftir bókinni, opna hana og byrja að lesa hana. Heilagur andi og Drottinn eru mættir og þú fer að fá eitthvað út úr þessu strax, af því þeir eru til staðar og þeir elska að fræða þig upp úr orði Guðs. Mogginn er góður og allt saman það og hann segir ótt ágæta fréttir, en mogginn er ekkit óskeikult blað eða neitt af þessum fjölmiðlum, þeir eru ekkit óskeikulir og sennilega aldrei verið óskeikulli en akkurat núna því að það er svo mikið kraðak og það eru gerðar svo litlar kröfur finnst mér til þessara mann og kvenna ágætu sem eru að fást við þetta. Þeir eru bara í þessar hringrás, í hrópunum og köllunum eru nú veru og segja bara það sem hrópun og köllin eru að segja á hverjum tíma og það er breytilegt á milli daga og andhverfur hverjar og eftir annari bara sem ganga. Það er alveg vel hægt að skilja það að menn viti ekki orðið upp eða niður svo margt. Þannig að það er gott að eiga þennan klett vissuna og það er orð Guðs. Þess vegna má hvetja þig til að fara inn í þennan skóla sem heitir orð Guðs. Já, hann er skóli og hann er bara það sem þú ert með þína trú og þú getur sótt í hann hvenær sem þú vilt og meira þess að hvar sem þú ert, því að sumir eru alltaf með Nýja testamentið á sér eða þannig séð ekki langt frá. Þannig við erum án afsökunar ef við erum eitthvað að slöksast eða að ná tökum á trúnni okkar. Það er bara svona sjálfval okkar og þetta er því að þetta er vinna. Við erum duglega forkar, það vandar ekki, við nennum ekki alltaf að vinna þessa vinnu. En þetta er vinnan sem ætti alltaf að ganga fyrir allari annari vinnu, því hún er gagnlegust verka af öllum verkum og eru þau nú mörg gagnleg. Ég dreg ekki neitt dul á það. En við höfum alltaf að vera það sem að gagnið er mest fyrir okkur sjálf, því að þetta snýst andingu okkur sjálf. Ég þarf að trúa, ég þarf að auka við mína trú, því að ég þarf að standast það sem eftir er lífsins og ég veit ekkert hvað ég mun lifa lengi. Ég er búin að lifa í áratugi, 70 ár og ég veit ekkert hvað ég á eftir að lifa lengi. En ég veit bara þessi dagur er mér gefin til þess að ná betur tökum á orði Guðs. Og ég er með allt sem þarf. Ég er með þessa bók, ég er með biblíuna og þú átt hana líka, trúi ég. Þegar ég veit bara alveg hvað kemur upp í hjarta kristins manns, að hann vil eiga biblíu. Þess að ég hef oft sagt að þá voru fyrstu orðin mín svona eftir að ég var trúaður, ég þarf að eiga biblíu.
Ég átti aldrei Biblíu. Ég hafði aldrei lesið Biblíuna. Ég vissi ekkert hvað hún snerist. Núna veit ég miklu meira á það eftir 35 ára veru með þessari bók og inn í þessari kennslustofu. Já, og hverjum degi held ég geti, eða svona nokkurn veginn á hverjum degi í þessi 35 ár. Ég tók þessu strax föstum tökum. Að ég vil bera ábyrgð á því sem ég á. Ég hef aldrei lagt ábyrgð mín yfir á aðra. Og kannski ert þú líka þeim megin línu og það er góð stað að vera í. Því við eigum ekki að haga líf okkar þannig að einhver annar sé að ábyggjast okkur. Og ég get alveg lofa þér því að þú sem leitar til annara að viðkomandi strangtilteki hefur alveg nóg með sig sjálfan og sjálfa. Þannig við þurfum að átta okkur á því hver við erum í okkar lífi. Já, þetta er okkar líf, mitt líf en mitt líf. Og ég þarf að varðveita það. Þú getur ekkert varðveita fyrir mig, þú getur auðvitað hvatt mig að þessu borði og að ég geri rétt og kannski hefur oft hefur hvatt mig til þess að stunda orðið. Og ég er að hvetja þig núna til að stunda orðið umfram allt annað. Þurfum að lesa það. Og þegar við förum að lesa það, þá fer það í hjartað og þá hefur Drottinn ykkur að móða úr þaðan í þér sjálfum. Það flyst sem sagt af bókstafnum og í til hjartans, það sem trúin er, og þar gerist ýmislegt seinna. Ég sé það að orðið það bara helst við þar. Ég oft teki eftir því að orðið sem ég hef verið að lesa, takt eftir því, það viðhelst þar. Ég oft fundið það að Drottinn er að nota þessi orð til að mynda þegar ég er að tala eins og ég er að gera hér. Oft tek ég eftir því. En það er alveg ljóst, og þetta er góð kennsla, að til þess að þú komist þangað, þá þarfst að vita leiðina. Þess vegna er þetta að lesa orð Guðs. Og það flyst í hjartað. Drottinn sér þetta sjálfur. En ekki nema þú hafir áður lesið það. Það er allavega mín reynsla. Ég veit ekki með þig. Þetta er allavega mín reynsla. Og þetta hefur gagnast mér hvað best í mínu trúalífi. Ég er hérna með Jesaja. Ég ætla að lesa 1. kafla og kannski 1. og 2. vers. Heyr þú himinn, hlusta þú jörð, því að Drottinn talar. Ég hef fóstrar börn og alið þau upp, en þau hafa brugðist mér. Uxinn þekkir eiganda sinn og asnin jötu húsbóta síns, en Ísrael þekkir ekki, fólk mitt skilur ekki. Slæmt. En því miður staðan. Og að því að staðan er þessi, að fólk Guðs þekkir hann ekki, niður skilur það sem hann er að segja, þess vegna er ástandið eins og það er. Þannig að hann ber ekki ábyrgð á ástandinu. Það er ég, þvergirðingurinn ég, sem vill ekki taka við orðið Guðs, læra orðið Guðs, sem að bý til þetta ástand. Því ef ég vill ekki læra orðið Guðs, þá held ég samt áfram að vera manneskja, hugsandi vitsmun að vera, og draga ályktanir af bara hverju sem er. Og í dag maður, þvílíkt kraðak, upplýsinga, vá, það eru út allt. En hver er það að segja sannleikan? Og hver er sannleikurinn? Menn, við hafa ekki hugmynd það. Því að upplýsingarnar koma allstaðar frá og það er alltaf að rekast hvor og aðra. Það veit enginn, hvað er að gerast? Það getur eiginlega enginn sett hönd sína á það hvað er að gerast. Þetta er svona ákveðið kaos í gangi og heimurinn er merktur kaos vegna þess að hann yfirgaf Guð. Það gekk á vald óvinnarins, óvinnar Guðs. Mundi eftir því, þetta er óvinnur Guðs, Satan er óvinnur Guðs nummer 1 og 3.
og hann gerir allt sem hann getur til þess að hindra það að hann getur starfa hérna á jörðinni. Hann veit alveg að hann er sigraður, en hann gerir allt þess að hann fá ekki starfað eins og hann vill. Þess vegna er hann að atast í fólkinu. Þess vegna er hann að búa til söguranda fólkinu sem það trúir. Þetta tekur ekki við því sem Guð er að segja. Og við vorum að lesa það áðan í Jesaja handritinu. Og hann gaf upp gott dæmi, uxinn. Við veitum það að skepnar þekkir jötu sína. Hver veit það ekki sem hefur annars skepnur? En Ísrael, hann talar um mig, þarna, ég þekki ekki drottinn minn. Bara aldrei ekki. Eða þekkt hann ekki, segjum það aldur. Það er hið rétta. En nú þekki ég hann. Og ég reyna að bæta fyrir það sem að ég gerði þannig séð, ef ég get eitthvað bætt fyrir það. Það er nú búið að fyrirgefa mér allar syndir, þannig ég þarf ekki að tala um það. Og ég er að reyna að vinna þetta tilbaka, það sem ég í raun og veru hafði hafnað alla ævi, þangað til ég frelsaði. Þá fór ég að reyna að vinna þetta tilbaka, fá þetta tilbaka, og skilningurinn hefur vaxið sem því nemur. Þannig ég sé þetta miklu réttar að ljósi núna, en var þegar ég steg inn í þetta og uppgötaði að það væri til Guð. Ég komi miklu lengra inn í þetta verkefni en þá, og það er skiljanlegt. Eftir því sem þú fæst meira við eitt og annað, þá er skilningurinn líka eykst hann sem því nemur. Af hverju? Því ég og þú höfum nennt að vinna þá vinnu sem þarf til þess að þetta geti gerst. Við höfum nennt að ganga og stíga inn í þessu skólastofu sem heitir Biblían og leyft henni að fræða okkur. Það er svarið inn í þá spurningu og það er pælinga. Þannig að orð Guðs er fæða og það talar sjálft sig sem fæðu. Og hann segir líka að sá á ekki mat að fá sem ekki vill vinna. Með öðrum orðum, þú vinnur fyrir þinni fæðu með því að lesa orð Guðs. Þannig virkar þetta. Og þú ert mettur af því sem þú ert að gera, að þú sækir daglega í þetta, segjum það, margir gera það. Það er alveg hægt að hvetja menn til að fara daglega í þetta verkefni. Við þurfum að vera daglega þar. Og sumir eru trúfastari öðrum þar og margir býsna trúfastir þegar kemur að ræktarseminni við þessa skólastofu sem við vitum að er orð Guðs. Skólastofan heitir orð Guðs. Og hún er bara það sem þú ert og stendur þetta boða þegar þú vilt það sjálfur og sjálf. Það er gott að láta oft vilja sinn tegja sig þangað. En það getur verið átök við það vegna þess að holdið er veikt og við viljum svo kalla lif og leik okkur þegar okkur dettur það í hug sjálf. Þannig að við fáum magan inn í það sem svona hristur okkur svolítið til og við förum að gera það sem Drottinn ætlast til af okkur. Það megum við þó eiga að við gerum þetta. En sumir gera þetta ekki og það er skarð fyrir skildi kannski dag eftir dag vegna þess að viðkomandi er í ykkur allt öðru sem en ætti þó að geta sinnt þessu en gerir það ekki. Þannig að það er svona allúgangur af því hvernig þetta er gert hjá okkur. Og þess vegna líka erum við með þáttins og Biblíu þátturinn okkar sem dregur upp bara hringu utan orð Guðs. Vertu þarna, leyfðu því að fóðra þig, farðu inn þessar dyr og inn í þessa kennslustofu og þú myndir ekki sjá eftir því að það er gagnlegast af öllu gagnlegu. Ég veit að þú sér þetta ekki þannig, ég líklega ekki þannig, en svona samt er þetta. Þetta er gagnlegasta af öllu gagnlegu sem þú getur gert, það er að vera vel aðeir í orði Guðs, því að þetta er svo hjálplegt fyrir lífið. Lífið í dag sem er alveg þrungið áhyggjum. Óvissu, engin svör. Bara talað og talað, engin svör. Hvað er að gerast? Engin svör.
að því að enginn veit neitt. Er að koma kjarnorkustyrjöld? Það er engin svör. Er þetta ný heimstyrjöld? Það er engin svör. Að þið vitið það ekki. Ég segir, það er hægt að vera með sjálfan sig á öðrum stað og hann heitir Jesús. Þannig að þú í honum lifi bara áfram þínu lífi. Þú áfram veist nákvæmlega hvert þú ert að fara og hvert þetta að fara. Til ríkis Guðs og himnum. Þangað ert að fara. Og þess að þetta sækjustu í þessa bók því að þú vilt eiga þessa fullvissu. Þú vilt ekki að hún fari neitt frá þér hvert þú ert að fara. Þér er ekkert ókunnugt það sem er að gerast í heiminum. Og þú veist alveg jafnvel og ég allar áhyggjurnar sem koma af því að vera á þessum stað. Þú veist alveg hvað þetta er hræðilega slæmt. En þú hefur enga leið út. Þannig þú þekkir ekki orð Guðs. Þú hefur aldrei gengið inn í þessa dyr, inn í þessa skólastofu sem heitir orð Guðs. Og þau vantar skilyrðin til þess. Þú átt ekki trú. Það er fyrsta skilyrði til þess að fá okkur inn þessa dyr. Og þó við eigum hana til trúna og þekkjum þessa dyr mjög vel og veitum nákvæmlega upp á punkt og prikk hvar hún er, að þá gengur okkur samt treglega að koma okkur þangað. Því þetta er allt staðir. Orð Guðs er sinn staður og þú ferð á þennan og hinn stað til að gera þetta og hitt. Það er ekki rétt. Þú ferð á klósettið, þá verð ekki elda. Þú verð á klósettið og þú veist hvað það er. Svo kannski ferð að elda til að búa til mat fyrir klósettið seinna, sem er annar mál. Það er hringrás allstaðar. Og þú gerir þetta rétt til þess að hringrásin virki rétt. Og þú tekur fram orðið að þú vilt að hringrásin þar haldi áfram og það verði vöxtur í þínu lífi, trúalífi. Þannig er það. Og við skulum lesa meira. Við erum núna í Postulasögunum, við erum alltaf lesið svona, yfirleitt lesið nýja og gamla. Og Postulasagan fylgir Nýja testamentinu. Og það er 22. kafli. Bræður og feður, hlustu á það sem ég ætla að flytja ykkur mér til varnar. En þeir heyrðu hann orparsögu og hebresku, urðu þeir enn hljóðari. Hann heldur áfram. Þegar menn skilja málið og hafa áhuga fyrir því sem verið að segja, þá þagnar allt. Við bíða bara eftir því að heyra meira. Það bíða eftir því að heyra meira. Það fer bara eftir í hvaða ástandi við erum. En þessir voru í því ástandi að þeir vildu svör. Og stundu viljum við fá svör. En við fáum engin svör. Það er vandinn. Og svo heldur áfram í þeirri að ég gyðingur fættur Tarsus í Kilikíu en alveg upp í þessari borg við fætur Gamalíels hlaut ég fyllstu uppfræðslu í lögmáli feðra vora. Þetta er Páll að tala. Hann var einn mesti trúboði eftir að Kristur náði honum, en hann var alveg gegnheill farisi og viðurkennir það að hafa verið það. Og hann var illur maður sem farisi. Hann gekk fram hart í því að uppræta kristna menn og þú ert kannski þar í dag. Gengur hart fram í því að uppræta kristna menn. En Páll fekk náð og miskunn frá Guði og hann sá að sér auðvitað, sá hvaða þvælu hann var að gera. Og við þurfum eiginlega ekki að pæla neitt í því að þetta hefur alltaf fyllt honum eftir það. Og þannig hann þarf að vinna sig frá þessu og gerði það. Hann sagði til að mynda, ég gleymi því sem að baki er og seilist eftir því sem er framundan. Og það eru ágætis loka orð og þetta skulum við gera. Við skulum seilast eftir því sem er framundan, Kristur er framundan og láta hitt bara vera. Og hérna stoppum við í dag
og Konráð Rúnar Freyþjónsson kveður og heldur þessu góða verki drottins áfram.